Ágrip stutt samantekt eða útdráttur úr rannsókn eða ritgerð sem lesandi getur notað til að glöggva sig á efni rannsóknarinnar. Þegar við skrifum ágrip erum við í svona lesendaþjónustu, skulum við segja. Við erum að reyna að hjálpa lesandanum að átta sig á því hvort að okkar rannsókn sé þess eðlis að hún sé gagnleg fyrir þeirra eigin rannsóknir. Og til þess að gera það, þá þurfum við að svara ákveðnum spurningum í ágripinu. Við þurfum að útskýra fyrir lesandanum hvað rannsóknin okkar fjallar, af hverju hún skiptir máli, hver rannsóknarspurningin eða efnisyrðingin, hvernig komumst við að niðurstöðu, hvaða aðferðum beittum við og svo að lokum hverjar eru helstu niðurstöðurnar. Ágrip stuttur og knappur texti, þau eru yfirleitt á bilinu 150 til 300 orð og fylgja annaðhvort á undan rannsókn eða ritgerð eða þau eru líka oft notuð á ráðstefnum til að kynna rannsóknir þar. Og það dálítið vandasamt að skrifa gott ágrip því að við þurfum að koma svo miklum upplýsingum til skila á litlu plássi og í fáum orðum. Og þess vegna skiptir öllu máli þegar við skrifum ágrip að við séum skýr, hnitmiðuð og stutt orð. Og svona helstu vandræðin sem við sjáum eru kannski að fólk vanmetur hvaða erfitt að skrifa ágrip eða hvaða tekur mikinn tíma. Af því að textin svo stuttur þá hættir fólki til að gefa sér of lítinn tíma þannig að svona helstu ráðleggingar okkar í ritverinu til nemenda að byrja snemma á ágripinu og vanmeta ekki hvað það vandasamur texti að setja saman.